talaði að við lærum ekki af sögunni. Við þurfum ekki að fara lengur aftur, heldur þetta 2020 til 2023 til þess að vita hvað svona mikið sog inn á eftirspurnarhliðina hefur á húsnæðismarkaðinn. Og hvað gerist svo? Jú, heyrðu, við erum farin í næsta kjarasamninga út af því að við þurfum að takast á við þetta hækkandi húsnæðisverð. Hækkandi leigu, hækkandi fleira, það er allt orðið dýrara, matarverð hækkar og hvað segir við? Jú, heyrðu, við þurfum að hækka krónutölu. Og ef þið haldið að Sólveig Anna sé ekki að fara að gera það, þá hafið þið ekkert verið að fylgjast með. Ef þið haldið að BSRB sé ekki að fara að gera það, þá hafið þið ekki verið að fylgjast með. Ef þið haldið að BHM kom ekki strax í kjölfarið og segi, heyrðu, við þurfum að meta menntir til launa og við þurfum að fá hærri laun, við þurfum að vera 33% yfir þeim sem eru ómenntaðir, þá hafið þið ekki verið að fylgjast með. Þetta er alltaf að fara að gerast. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 31. október og árið er 2025. Nú, ef þú vilt fá þennan þátt án auglýsinga og þann dag sem að ég tek þetta upp, þá ferð þú inn á pardus.is/ein pæling og það er út af svona þáttum sérstaklega sem ég mæli með að fá áskrift út af því að það sem ég er að fara að ræða hérna í dag er alveg að mínum mati sko ótrúlegt. Ég ætla að setja fyrirvara. Það gæti alveg verið að margt af því sem ég er að fara að ræða hérna muni ekki endilega koma til með að rætast, en hins vegar og ástæðan fyrir ég líka að segja það er að núna er húsnæðismarkaðurinn komin í slíkt uppnám að við erum að fara að sjá, sko fyrirsjáanlega er margt að fara að breytast. Það er mjög fyrirsjáanlegt að margt er að fara að breytast og að þetta muni koma til með að hafa áhrif næstu árin og jafnvel áratugina. Hins vegar er erfitt að leggja mat á það nákvæmlega hvað það er sem er að fara að gerast. Og það er samt sem áður, eitthvað sem ég ætla að reyna að gera í dag. Ég ætla aftur á móti að fara, ég er búinn að tala við nokkra sem ætla að koma í þátt einmitt út af þessum húsnæðismarkaði, út af því að það sem er búið að gerast núna í þessum húsnæðispakka er nánast ótrúlegt og það sem ég reyndar held að þetta sé er útspil ríkisstjórnarinnar til þess að reyna að bjarga því sem bjarga verður í borginni og ákveðið útspil til þess að geta fært rök fyrir því að eitthvað sé að gerast í húsnæðismálum sem að þau hafi hrint í framkvæmd. En þegar að sko þú ert með stór kerfi og ert að fara að hnika til einhverjum breytingum, að þá eru rosalega litlar breytingar eitthvað sem að getur haft stærri eða meiri áhrif. Það er að segja, ef þú ert að færa nálina á ákveðnum sviðum, að þá hefur það svona afleitt áhrif á allt sem að við kemur öðrum þáttum innan sama kerfisins og þess vegna er reglan almennt sú, sérstaklega þegar þú ert að hnika til í mjög stórum kerfum eins og heilbrigðismálum, húsnæðismálum eða öðru, að þá er reglan svo að þú matar kerfið, þú matar breytingar. Þetta heitir, að mig minnir bara system feeding, að þú setur inn eina breytu og færir rök fyrir henni, sérð hvað áhrif hún hefur næstu 4 mánuðina og sérð þá hvort að þú þurfir eitthvað að breyta, hvort að svo breyta hafi haft meiri áhrif á aðra þætti heldur en aðra og tekur afstöðu til næstu skrefa út frá því. Og þetta er sérstaklega sko eitthvað sem er rætt mikið í samhengi mitt við það hvort að það sé pólitískt fýsilegt að grípa til slíkra aðgerða. Það er að segja hvort það sé pólitískt fýsilegt að segja við ætlum að fara í eina breytingu hérna til 4 mánaða eða 6 mánaða og svo ætlum við að skoða hvað áhrif þessar breytingar hafa og fara þá að óbreyttu í næstu breytingar. En stjórnmálamenn í flestum tilfellum, sérstaklega þegar eitthvað mikið bjátar á, þegar það kemur eins og það heitir svona tækifærisgluggi eða window of opportunity, að þá er mjög svona hagstætt pólitískt að grípa til mikilla aðgerða út af því að þú vilt sýnast vera að gera eitthvað rosalega mikið fyrir rosalega marga í einu. Og það er það sem nákvæmlega sem ég held að sé að gerast. Ég held að ríkisstjórnin gerir sér fyllilega grein fyrir því að þessi húsnæðispakki sé mjög vond hugmynd, en aftur á móti að þá eru þau þannig stöðu að þau þurfa að grípa til einhver aðgerða. Og það sem ég hef svona verið að fylgjast með, ég ætla nú að fara yfir einhver viðtöl og svona skoða þetta með ykkur, en það sem að mér hefur þótt sérstaklega einkennilegt að fylgjast með er að þegar Sjálfstæðisflokkurinn eða aðrir er að mæta í viðtöl
að þá segja þeir að þessi húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar núna sé eitthvað sem rýrt í öllum þráðum. Það er að segja að þetta sé eitthvað lítið frumvarp, en ég vil segja ykkur það hér núna að það er ekkert lítið við þetta húsnæðisfrumvarp. Þetta er held ég til langstíma að fara að hækka húsnæðisverð verulega. Þetta er strax, og ég er búin að tala við einhverja sem eru í þessum málum, að fara að hafa gríðarleg áhrif á leiguverð eins og ég er að fara að koma inn á og ástæður þess. Þetta er að fara að búa til ófyrirsjáanleika þar sem að virðiskeðjan þarf að fara að setja inn áhættuþætti. Við erum að sjá miklu meiri líkur á því að ákveðnar kennitölur sem að hafa verið í byggingariðnaði eru að fara annarkvort í þrot eða þá að fara í það að fara bara í önnur verkefni. Það er að segja þess sérstaklega þessar stærri kennitölur sem eru þá bara að fara í önnur verkefni og það er áhættuþætturinn orðið svo mikill. Og eins og segi, það er ekkert 100% að þetta muni koma til með að gerast, en ég vil samt aftur á móti fara rök fyrir því að það er líklegt að þetta gerist. Byrjum bara á leigumarkaðinum. Ástæðan fyrir því að ég tel að leigumarkaðurinn muni koma til með að hækka er fyrst og fremst út af því ég bæði tala við leigusala og aðra sem í þessum geira sem að segja við mig, já ok, núna er ríkisstjórnin sem að fara að lækka helming þann afslátt sem að leigusalar hafa til leigjenda, og þetta virkar nákvæmlega eins og með aðra þætti er varðar leiguverð, að ef að þú hækkar til dæmis húsnæðisbætur og þá eru þær mjög líklega að fara í vasa þess sem á húsnæði. Það er að segja ef allir eru með húsnæðisbætur að þá geta þeir alltaf greitt aðeins hærra til leigusalans og það hefur í rauninni þrepaskipt áhrif upp markaðinn þar sem að hann nær einhverju jafnvægi, nýju jafnvægi þar sem að húsnæðisbæturnar eru komnar inn í það hvað hver leigjandi getur greitt. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson hefur náttúrulega beitt svolítið fyrir. Hann segir einfaldlega að húsnæðisbætur lendi allar í vasa leigusalans, þannig að þetta er náttúrulega vitað líka í því sem að gerist erlendis. Hlaðvarpið í samstarfi við Fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á Fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega. Ferðin á Fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur Fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En það sama gildir með skatta. Núna er sem sagt afsláttur þess hvað þú greiðir í skatt að fara úr 11% í eitthvað er varðar 17 eitthvað og er þá að fara úr 50% afslætti niður í 25%. Þetta því það að leigusalar eru að fara að hækka leigu verulega, en ekki bara út af því að þeir leigusalar sem eru til dæmis með húsnæði sitt á sinni eigin kennitölu eru líka að fara að horfa upp á þann veruleika að það er ófýsilegt að vera með þetta húsnæði, og en þá geta einhver sagt já, þá náttúrulega bara skila sér þetta inn á almenna markaðinn, en hins vegar þegar þú ert með svona margar breytur að þá er ekkert víst að það komi til með að hafa jákvæð áhrif út af því að það eru fullt af, eins og hefur nú verið fjallað mikið nýbyggingum sem eru ekki að seljast út af háum kostnaði er varðar allt kerfið sem eru nú þegar á markaði. Það er að segja að það eru fullt af eignum sem eru nú þegar á markaði, þannig að það að fá meira húsnæði inn er líklegra til þess að valda því að byggingaraðilar eru þá að fara í þrot út af því að þeir geta einfaldlega ekki selt húsnæði. En við komum að því eftir smá, ég ætla að klára þetta með leiguna. Núna horfa náttúrulega leigusalar sem eru með á sinni eigin kennitölu á þann veruleika að ef þeir eru að fara að greiða 22% fjármagnstekjuskatt á húsnæði sem þeir eru að selja að segja af sölu hagnaði, að þá eru þeir að fara að horfa á þetta þannig að þeir þurfa að hækka leiguna til þess að mæta þeim kostnaði þegar þeir selja svo loksins húsnæðið, eða þá að þeir stofni einhvers konar félag og setji þetta yfir á kennitölu, og það er að segja fyrirtæki kennitölu, og það sem að það þýðir náttúrulega eins og einn leigusali sem eru með nokkrar eignir sem ég talaði við, hann sagði einfaldlega já, nú er ég að fara að hirða það sem að
Ég get hækkað leiguna út af því að leigusalar sem eru með á persónulegri kennitölu þurfa náttúrulega að hækka leiguverð sem mun náttúrulega hafa afleidd áhrif yfir á allan markaðinn og að ég að fara að náttúrulega njóta góðs af því en samhliða því get ég náttúrulega sópað að mér fleiri eignum ef að fasteignaverð fer að lækka. Þannig að núna það er alltaf kvartað yfir því að ég man ekki töluna, það var talað um að 78% eða eitthvað húsnæði sem hefði verið byggt hefði verið keypt af lögaðilum. Ég veit ekki hvort að sú tala sé rétt en það er allavega eitthvað sem hefur verið sagt að þetta sé það hlutfall sem hefur verið keypt af lögaðilum undanfarin ár að þá er þetta að fara að hækka gríðarlega. Það er að segja að það er mjög ólíklegt að þetta húsnæði mun einhvern veginn koma til með að lenda í höndunum á fyrstu kaupendum. En þetta hefur líka sko að gera, þetta er bara ein breyta af mörgum sem er ótrúlega vitlaust við þetta frumvarp. Ástæðan fyrir því líka að þetta er sérstaklega vont og svo ég setja nú í samhengi við bara leigumálin að þetta kemur náttúrulega inn í vaxta ákvörðun ekki vaxta ákvörðun heldur vaxta málið, þar að segja dóm Hæstaréttar sem að hefur sett bankann í þá stöðu að þeir eiga erfiðara með að meta hvort að þeir geti verið að bjóða verðtryggð lán og núna náttúrulega hafa bankastjórar verið að mæta í viðtöl og fjalla þessi mál og svara í rauninni engu. Þeir geta engu svarað það hvort að þeir séu að fara að bjóða verðtryggð lán eður ei. Og þá segir ríkisstjórnin, já, ég meina það er bara kannski gott til lengri tíma að við séum að gera þetta svona í skrefum út af því að þetta er eitthvað sem er verðbólgu hvetjandi eins og Ólafur Margeirsson hefur nú fjallað sem ég fjallaði í síðasta þætti. En hugsið ykkur samt sko þegar að þessar breytingar eru gerðar ofan í þetta. Það er að segja að það er ekki bara verið að takast á við nýjan veruleika sem er það að sé verið að þrepaskipta og svona nýta tækifærið til þess að taka verðtrygginguna út, heldur er verið að steypa fullt af öðrum breytum ofan í þennan nýja veruleika. Og það sem að þetta þýðir er náttúrulega bara áhættan varðar allt byggingafyrirkomulagið. Það er að segja allt frá því hvernig lóðum úthlutað, allt frá því hvernig slegið upp steypu, hver slær upp steypu, hver fjármagnar það, á hvaða kjörum hann lánar það. Allt þetta ferli og það er að segja svo, hver selur húsnæðið og hver kaupir húsnæðið, allt þetta ferli komið með viðbótar áhættu þátt og eins og flestir vita náttúrulega að þegar þú ert með fleiri áhættu þætti að þá er líklegra að öll virðiskeðjan sé að fara að meta það inn í. Þannig að ef einhver metur áhættuna núna komin úr 3% í 8% þá hefur það áhrif á, þá erum við að tala um vaxta vexti ofan í alla virðiskeðjuna. Þannig allavega horfir þetta við mér og ég get ekki séð hvernig þetta getur verið öðruvísi. Annar þáttur núna náttúrulega sem að hefur með þessar persónulegu kennitölur að gera, það er að segja að þú getur verið með þínar eignir á þinni persónulegu kennitölu en ef þú ert með það þannig núna þá þarftu að fara að greiða 22% skatt þegar þú selur af söluhagnaði, að þá ertu líka að ýta undir það að fólk er ólíklegra til þess að vilja vera í sambúð. Það er að segja að það er orðið ófýsilegra að vera í hjónabandi enn og aftur. Nú erum við með samsköttunina og núna þetta sem að þýðir það að ef þú skráir þig úr sambúð og þá getur þú verið með eina eign á konunni og eina eign á þér sjálfum eða öfugt eða hvernig sem að allt þetta er. Þetta getur náttúrulega líka verið eitthvað að þú ert í stærri fjölskyldu og ert með kannski ungan strák, þá er betra að færa eignina yfir á hann þannig að hver og einn sé með sína persónulegu eign á sinni kennitölu. Þetta er að fara að setja þetta allt í háloft og eins og segi, sumir leigusalar eru náttúrulega ekki búið ekki þennan veruleika, þá erum við bara að fara að sjá fleiri eignir á lögaðila eða það er að segja kennitölur sem eru ekki persónulegar kennitölur. Þetta er, þú veist, annað sem að náttúrulega bara ýtir undir það að hjónabönd eru orðin ófýsilegri. Og nú eins og ég fjallaði í síðasta þætti, þá svo við klárum leigumálin, að þá er náttúrulega öllum núna samningum, allir samningar þar að segja, hafa verið færðir yfir í MyIgloo sem að er sem sagt einhvers konar kerfi sem er notað af HMS og þar eins og ég benti á í síðasta þætti að þá ertu með 6 mánaða uppsagnarfrest og það er að minnsta sem þú getur verið með. Ríkisstjórnin hefur núna talað um það að þau vilja færa þennan frest upp í 12 mánuði. Tryggingin á samt að vera til 2 mánaða, þannig að ef að þú lendir í vandræðum með leigjanda sem að er með, hvað ég að segja, strópult eða greiðir strópulega af sínum lánum, að þá ert þú ekki tryggður sem leigusali, þannig að það er líklega eitthvað sem að
margir sjá sem ófýsilegan kost, þar að segja að leigja út þitt húsnæði. Það kemur hvergi fram hvað þýðir til dæmis ef að þú ert að leigja út húsnæði, það kemur upp á daginn að þetta sé einhver eiturlyfjamaður sem að var hættur í neyslu en byrjar aftur í neyslu, að þá veistu ekkert hvað þú ert að fara, eða hver réttindi þín eru gagnvart húsnæðinu. Hvað þýðir það að samningur sé til 12 mánaða? Hefur hann aðgengi að þessu til 12 mánaða? Er einhverjir ferlar sem að þurfa? Það vita það allir sem hafa leigt út húsnæði að það getur verið mjög erfitt að koma leigjanda úr húsnæði. Það bara og var með náttúrulega 3 mánaða uppsagnarfrest, og þessi 3 mánaða uppsagnarfrestu var út af því að tryggingin var 1 mánuður plus 2, þar að segja 3 mánuður við upphaf samnings. Núna vitum við ekkert hvernig þessu horfir. Við vitum ekkert hvað það þýðir að samningur sé til 12 mánaða. Má hreyfa við hann til 12 mánaða, getur sá sem á húsnæði brugðist við, ef það kemur upp dauði í fjölskyldunni eða einhvers konar hrakföll, þann þá bara skuldbundið til þess að vera til 12 mánaða. Sumir telja það bara vera gott, og kannski það bara gott, en þetta aftur á móti breyting á kerfinu sem að kemur enn og aftur ofan í allt hitt, og þetta einmitt ástæðan fyrir því. Ég veit alveg, ég svolítið, ég vil ekki segja ég sé að byggingur að skýjaborg, en aftur á móti að þá þetta svo margar breytur sem að kunna að fara illa, og þeir út með, ef þú hugsa bara sem leikjafræðimódel, að ef þú til dæmis setur 10 sinnum á svartan, að þá það alltaf ólíklegra og ólíklegra að þú hittir alltaf á svartan. Það svo margar breytur í þessu að það eiginlega 100% að það einhverja af þessum þáttum ekki að fara að lenda á svörtum, og við getum hort á þetta þannig þegar við erum að tala húsnæðiskerfi, að þegar að einhverja lendir ekki á svörtum þá það alls konar annar ábati eða einhvers konar aðri þættir sem að fara þá að falla líka. Það að segja, húsnæðiskerfi þannig að, og þess vegna var ég að segja það svo mikið della í sjálfstæðismönnum og ég veit ekki hvort að miðflokksmenn, ég hef allavega heyrt sjálfstæðismenn vera að segja þetta, örugglega einhverjir miðflokksmenn líka, bara það segja að þetta svo lítið frumvarp, þetta risa frumvarp, einmitt út af þessu, út af því að það mjög auðvelt þegar þú ert með húsnæði að hreyfa nálina, og það mjög margir þættir sem byrjaði að falla þegar það byrjar að falla og þar fram til göttunum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu, og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu, þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég ætla að spila fyrir ykkur viðtal við Ingu, þar sem að Ingu Sælands, félags og, hvað hún? Félags, stólu núna, en hún allavega félagsmála ráðherra, og það húsnæðis? Nú man ég þetta ekki, en ég ætla að spila fyrir ykkur stutt viðtal við Ingu Sæland í Bítinu, þar sem að Lilja og Heimir gerðu frekar vel í að láta ákveðna hluti koma fram. Sko, eins og mér langaði bara að grípa þetta á lofti þegar þú segir að það taki tíma, ég veit ekki betur heldur það sé búið að vera áraraðir, ár eftir ár að teiknast upp hér að ákveðu ófremdar ástand á markaðnum. Í það svo einkennilegt sem það þá eru hér til þúsundir óseldra íbúða. Þúsundir óseldra íbúða sem eru í rauninni íbúði sem eru ekki innan seilingar efnaminna fólks. Það bara hreinlega hefur ekki ráð á því að ráðast í að kaupa sér íbúði sem kosta og langt yfir 100 milljónir króna. Þannig að það liggur alveg fyrir. Þannig að ég segi það sem nú það helsta það auðvitað stórt verkefni að byrja á því eins og fjármálaráðherra benti á í gær að reyna að eyða þessari óvissu sem að skapast núna á lánamarkaðnum. Það náttúrulega er sorglegt, og en þar líka gott samtal við Seðlabankastjóra og Seðlabankan almennt, þannig að ég hef bind miklar vonir við það að þau munu grípa utanum þetta að festu og koma til móts við ástandið eins og það er núna í samfélaginu. En Inga, þú nefndir í gær þegar þú varst að kynna pakkana að byggingarreglugerðin, hún einfölduð, byggingareftirlitinu breytt, byggingargallatrygging kæmi þarna inn. Er þetta að ykkar mati atriði sem að hafa áhrif á markaðinn til þess betra? Þetta mun hafa stórkostlega mikil áhrif, og sérstaklega eins og einföldun á byggingarreglugerð og einmitt eins og það sem verið að fara út fyrir þennan grótarða
forræðishyggju ramma sem þegar í öllum reglum og byggingar aðilunum sjálfum, verktökunum sjálfum. En hvaða áhrif? Hraðar þetta byggingum? Já, þetta mun hraðar. Gerir þær ódýrari, jafnvel ódýrari eða hvaða áhrif önnur? Jú, það mun líka verða ódýrara. Það segir sig sjálft vegna þess að byggingafulltrúarnir sjálfir, þeir geta farið að líta til þess hvernig þeir geta jafnvel byggt hagkvæmar og ódýrar en það ekkert sem að neinstaðar gefið eftir í sambandi við gæði og að tryggja það að húsnæðið okkar haldi vatn og vindi og það annað líka sem að skipti miklu máli sem við erum að ráðast í og það að koma með þessa tryggingu sem að tryggir það að þegar þú kaupir þér eign í góðri trú það að þú sett hér í þinni langtíma fjárfestingu út lífið eins og flest okkar eru að þá þurfir þú ekki að standa í því fljótlega eftir þú flyttur inn að fara að reyna að ráðast í einhverja málsókn gegn byggingaraðilanum þínum vegna þess að þú ert að fá gallaða vöru. Þannig að það er allstaðar hvers þegar hún lítur í kerfinu þá erum við að reyna að einfalda það, gera það betra, notendavænna bæði fyrir neytandan og skilvirkara líka fyrir byggingaðilana sjálfa. Þannig að það eitt, en svo íbúðir og húsnæði ekki dýrt bara út af því bara, það náttúrulega mjög dýrt að byggja og við verktakar hafa margótt talað það og svo náttúrulega vextirnir sem þeir þurfa að greiða af sínu framkvæmdalánum eru svo háir að startkostnaður á íbúðum orðin alveg gríðarlega hár, þannig að ég velti fyrir mig þessar 4.000 íbúðir í Úlfarsárdal, eru þið þá að fara að niðurgreiða þessa byggingu? Þessar 4.000 íbúðir eru allar að detta inn í kerfi meira og minna sem að við erum að byggja upp hérna, bæði þessi stofnframlög sem að við erum að fara að setja 13 milljarða á ári inn í kerfið í formi stofnframlög inn í kerfið. Orðin og við verktakar hafa aðilana sjálfa. Þannig að það eitt, en svo íbúðir og húsnæði ekki dýrt bara út af því bara, það náttúrulega mjög dýrt að byggja og við verktakar hafa margótt talað það og svo náttúrulega vextirnir sem þeir þurfa að greiða af sínu framkvæmdalánum eru svo háir að startkostnaður á íbúðum orðin alveg gríðarlega hár, þannig að ég velti fyrir mig þessar 4.000 íbúðir í Úlfarsárdal, eru þið þá að fara að niðurgreiða þessa byggingu? Þessar 4.000 íbúðir eru allar að detta inn í kerfi meira og minna sem að við erum að byggja upp hérna, bæði þessi stofnframlög sem að við erum að fara að setja 13 milljarða á ári inn í kerfið í formi stofnframlaga og hlutdeildarlána. Við erum að hækka hlutdeildarlánin úr 4 milljörðum í 5,5 milljarða. Þau hafa verið svona brokkgeng, það hefur verið, eins og þið vitið, það hefur ekki verið nógu mikið fyrirsjáanleiki og hlutdeildarlánin hafa verið stöðvuð á ákveðnum tíma og ekki hægt að sækja það í x marga mánuði og annað slíkt. Núna verður einfallega þannig að það verður hægt að sækja hlutdeildarlán í hverjum einasta mánuði. Sko athugið þannig, hvað gerist þannig á þessum 3,5 mínútu eða 4 mínútum eða hvað sem þetta var. Þannig að sko byrjar Inga Sæland á því að skamma þá sem hafa byggt húsnæði undir þeim kvöðum sem að þau eru þannig með. Byggingaraðilar þurfa að standast kostnað af ýmsum hlutum og ég held að hafa verið forstjóri GG-verk, ef ég er að muna þetta rétt, sem að mætti held ég í Kastljósi eða einhvern annan umræða þátt til þess að ræða þessa hluti og sagði mitt að sú krafa það hversu mikinn arð þú hefði verið að hverju verkefni væri mun lægri heldur en þess að sá arður sem að þú fengir úr hverju verkefni væri töluvert lægri í byggingariðina heldur en í öðrum verkefnum. Samt hefur verið haldið fram að þetta sé eitthvað 40% eða eitthvað svona algjörlega galið, þar sem að náttúrulega miklu fleiri væri farin inn í þennan bransa og miklu fleiri myndu veigra sig við því að fara út í þetta ef að það væri raunin, en látum það svo sem liggja á milli hluta. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu Pálsson fasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag.
Þarna sem sagt skammar Inga Sæland þá sem að byggja fyrir það að vera með svona dýrt húsnæði. Svo fer hún yfir í það að segja, já, svo ætlum við að einfalda regluverk til þess að takast á við hvað það kostar ógeðslega mikið. En ég meina, þessir aðilar sem eru með þessi húsnæði unnu eftir núverandi regluverki. En samt Inga Sæland að skamma þá fyrir það að hafa þetta of dýrt einhvern veginn. En svo einmitt eins og Lilja kemur réttilega inn á, þetta frábær spurninga með tjáni, það sem hún spyr bara, heyrðu, ok, þú veist, við erum með fjármagnskostnað, við erum með fáránlegt regluverk, við erum með fleira sem hefur verið að halda verðinu uppi, lóðaverð og annað, og Inga Sæland bara sleppir því að svara þessu. Hún sleppir því að svara því af hverju þetta er. Er það ekki út af því, eða þú veist, er ekki ástæðan fyrir því að þið eru að lækka þetta regluverk, eða minnka þetta regluverk og lækka kostnaðinn til þess einmitt að íbúðirnar geti verið ódýrari. Samt að vera að skamma verktakana fyrir það að hafa þær svona dýrar. Þetta er alveg, ég með langar að segja þetta sé alveg ótrúlegur málflutningur, sko. Ég skil ekki hvernig, sko, eins og segi, og mér langar líka svo mikið að þið hugsið þetta í samhengi við allt annað sem að ég er búin að vera að ræða. Það er að segja að við erum með svo ótrúlega mikið uppnám á öllu sem að við kemur kerfinu eins og ég var að fara yfir í síðasta þætti, sem er bara þessi vaxtaákvörðun. En svo kemur, þú veist, þetta, ofan í þetta havaríalt og við ætlum að fara að segja við bræði byggingaræðla að þeir séu vonda manneskjur en við þurfum svolítið að fá til að koma að borðinu en samt einhvern veginn voru þeir augljóslega ekki hafðir með í ráðum þegar þessi húsnæðispakki var gerður. Hvort að það sé út af því að það eru ómiklir hagsmunir í þessu, ég skal ekki segja, en mér þykir það aftur á móti skrítið að það sé verið að gera þetta svona. Það er að segja að þeir sem eiga að byggja þetta húsnæði sem er talað sama hvort að það sé óhagnaðardrifið eða ekki, hvort þetta sé eitthvað woke fólk að klappa sjálfur sér að baki fyrir það að hafa búið til húsnæði, þá er sá sem að mætir og byggir húsnæði ekki óhagnaðardrifin, hann á ekki að vera út af því að nota það fjármagn sem hann hefur upp úr krafsinu til þess að fara í næsta verkefni. Það er engin óhagnaðardrifin í þessu að undanskildum því fólki sem að hefur fjármagn sem að aðrir eru neyddir til þess að greiða, sem heita lífeyrissjóðirnir, sem að nota þann bara kraft náttúrulega sem að hefur að gera með það fjármagn. Þurfum ekki að greiða fjármagnsskatt af því, það er að segja vexti ofan á allt hitt, sem að fara þó og líka skammast einmitt í smerri verktökum fyrir það að vera ekki með þetta ódýrara. Þetta er eiginlega ótrúlegt. Það er annað ég er með Morgunblað dagsins, þar sem að er fjallað einmitt þetta og ég mæli með að þið kaupið sérstaklega prentu því ég elska prentuútgáfuna og ég held að sé ekkert frækilega auðvelt að vera með prentaútgáfu, þannig að þið er líka að kaupa prentuútgáfuna ef þið eruð áskrifendur á Morgunblaðinu. En Einar Þorsteinsson gagnrýndi þennan húsnæðispakka líka. Mjög ánægður með reyndar að sko sýnist allavega hann vera að tala um það að þetta sé ekki eitthvað sem er lítið því að þetta er alls ekki lítið. Hann sem sagt segir ég hefði haldið að Samfylkingin hefði lært eitthvað eftir skammir innri endurskoðanir þeirra garð sem framkom í skýrslunni því það er eins og kunnugt er vaðið áfram með bundi fyrir augun sem er nákvæmlega rétt, það er vaðið áfram með bundi fyrir augun í algjöru krísu ástandi út af þessum vaxtatómi. Hér er svo haldið fram með óvöndu vinnubrögð sér í lagi þar sem að ríkisstjórnin er í krísu með húsnæðismarkaðinn. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar fá blendin viðbrögð á markaði. Í samtali við Morgunblaðið segir Gunnar Erlingsson forstöðumaður skuldabréfamiðlunar í Arion banka það vonbrigði að í nýjum húsnæðispakka sé slegið út af borðinu að herða frekara aðhald í ríkisrekstri. Bara nákvæmlega. Það er ekkert sem að við kemur ríkisrekstrinum sem að er minkað nema núna kannski mögulega einfalda regluverk sem er sett í samhengi við eitthvað innviðafélag. Ég ætla að spila fyrir ykkur líka. Það var annað sem að Inga Sæland segir í viðtalinu, ég var bara að muna þetta núna, ég var ekki með að skrifa hjá mér. Hún segir eitthvað í samhengi við innviðafélag og mér langar að spila þetta fyrir ykkur því að það er eins og allt í þessu máli, einhvern veginn alveg ótrúlegt að hlusta á. En það þýðir það að þetta innviðafélag, við munum kannski eins og til dæmis að vera að tala um að getur ríki komið að því að aðstoða við innviða uppbyggingu í þessum, til dæmis núna, í uppbyggingu á þessum 4.000 eignum. Það er dýrt að búa til gatnakerfi og lagnakerfi og byggja skóla og annað slíkt. Getum við til dæmis dregið og virðisauka eða eitthvað slíkt, getum við komið til móts við það vegna þess að borgin sjálf hefur ekki bolmagn til að byggja alla þessa innviði og þess vegna erum við að koma með þetta innviðafélag og það verður bara auglýst á Hvernig er það fjármagnað, innviðafélagi? Þau verður nú að sjá það sjálf býst ég við. Hverjir verða að sjá það?
Nú, það verður bara auglýst eftir aðilum til þess að taka utan þetta og vonast til náttúrulega til þess að greiða fyrir þessu uppbyggingu. Það að segja eitthvað enga félag sem hvernig skilja þetta rétt? Já. Þú skilur það rétt að því leyti til, en við náttúrulega förum fram á það var ákveðna forsendur sem að verða að setja til hliðar. Það getur ekki bara hver sem komið og ætlaði að ákveða það að byggja 4.000 íbúðir á 200 milljónir stykki. Það bara ákveðin forsenda sem fyrir þessum 4.000 eignum og þær eru fyrstu 4.000 eignirnar í 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal. Þetta verður blöndu byggð, það verða bæði einbýlishús og raðhús og alls konar svona, en akkurat núna þá erum við sérstaklega að einbeita okkur að ódýrari eignum fyrir efnaminna fólk og fyrstu kaupendur. Já. Og þarna var ég einmitt, mikið spurningamerki og ég búin að vera eiginlega frá því að þessi húsnæðispakki var birtur. Hver að fara að fjármagna innviðafélagið? Nú, þetta verður gefið út. Og hvað þýðir það? Hvað meinarðu, hver er að fara að fjármagna þetta félag sem þá væntanlega að fara að gefa út? Er það að fara að bjóða út verkefnin? Er það málið? Er ríkið að fara að greiða? Eru útsvarsgreiðundur á Akureyri að fara að greiða fyrir innviði í Úlfarsárdal? Er sátt við það? Hlaðvarp í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate reynd út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hvað þýðir þetta? Hver er að fara að greiða þetta? Það er nú bara einhver. Eða borgin getur ekki gert það út af því að hún hefur náttúrulega ekki bolmagn til þess. Ok, þá er ríkið að fara að gera það. Þá eru bara, þeir útsvarsgreiðendur sem búa á Akureyri að fara að greiða skatta til ríkisins líka ofan í þá skatta sem þeir greiða til sveitarfélagsins, það er að segja útsvar, fyrir það að kaupa innviði bæði heima hjá sér en líka í Úlfarsárdal núna. Þetta er stórkostleg breyting á öllu sem við kemur því hvernig innviðir hafa verið uppbyggðir. Og svo þegar við fáum spurningum hvernig þetta verið fjármagna, þá er það bara þetta verið boðið út. Væntanlega verður þetta boðið út. Það var enginn að spurja það. Sveitarfélögin bjóða líka út svona verkefni. Þau fara í þannig verkefni að þau eru að bjóða út fyrir þann pening sem fjármagnin náttúrulega kemur frá útsvarinu. Það er spurningin hver fjármagnar þetta. Ekki að þetta verið boðið út. Þetta er stórkostlega skrítið. En annað náttúrulega ofan í þetta er eitthvað sem að Gunnar Erlingsson, forstöðumaður skuldabréfamiðlunar hjá Arion banka, kemur að líka, sem ég var að nefna áðan, að hann segir núna að vaxtalækkun séu orðin ólíklegri og þetta er náttúrulega kynnt sem verkefni sem að mun leiða til vaxtalækkunar. Það er ekki séns. Það er ekkert séns að það verði vaxtalækkun þegar út með svona marga þætti búið að kasta þeim upp í loft ofan í vaxtaákvörðun Hæstaréttar og þú ætla bara, já, nei, við erum örugglega að fara að lækka vexti núna. Hvernig? Í þessu áhættu ástandi. Þegar þú ert líklega að fara að horfa upp á hækkun leigu, þú ert til skamstíma kann húsnæðisverð að lækka eitthvað. En ég held ekki og til lengri tíma mun það örugglega hækka. Leiguverði er nánast 100% að fara að hækka slatta. Meiri óvissa, minna lánaframbúð eins og forstjóri Íslandsbanka sagði nú í fréttum Stöð 2 í gær. Það eru ofan í þetta. Það sem að því ég pæli til mikið í þessu út frá svona leikjafræðinni, þegar þú ert komin með áhættu þætti á öllum stigum virðiskeðjunar, þá eru aðilar sem eru að fara að slá upp steipuna að fara að meta það inn í sinn kostnað. Ef ég er að fara að gera ráð fyrir því að ég sé að fara að slá upp steipu til næstu 2 ára, að þá ger ég ráð fyrir ákveðinni áhættu í þeim efnum. Það er að segja ef það kemur upp á, ef að efnahagsástandið verður verra, verðbólgan, sementkostnaður, hvað sem það er. Þú ert alltaf að fara að meta áhættuna sem meira. Þetta er að fara að leiðast upp í alla virðiskeðjuna ofan á allan þann kostnað sem að aðrir eru að fara að setja á sín verkefni. Og þetta er að mínum mati algjörlega borðliggjandi. Magdalena Torfa var einmitt með viðtal við hann Gunnar Erlingsson
og hann segir hérna spurður hvernig aðgerðapakkin horfir við honum, segir Gunnar að í honum séu bæði jákvæðir og neikvæðir þættir. Aðgerðapakkin slær mig fljótt á litið þannig að hann ýti undir eftirspurn skamms tíma, segir Gunnar. Hann bæti við að til langs tíma sé jákvætt að sjá áform nýja byggð sem eigi að rísa í Úlfarsárdal og að ríkið hyggist selja eignir. Já, ég veit ekki hvað skal bæta við þetta, en ég meina að sjálfsögðu það náttúrulega stærsti vandinn af því öllu sem ég að tala hérna í dag, og það eftirspurnar hvatinn. Þetta ekki lítið frumvarp, sko. Ég skil ekki hvernig fólk getur bara fengið það út. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Eftirspurnar hliðin. Núna náttúrulega, eins og segir, hlutdeildarlán eru náttúrulega mjög vond lán. Eignamyndun sáralítil. Það miklu meiri líkur á því að viðkomandi lendir í kröppum dansi þegar að efnahagshorfur fara til verri vegar. Sem að ég tel reyndar að séu núna miklu líklegra heldur en að var bara fyrir ekki svo löngu, og athugið það, ef að hlutdeildarlánin verða til fyrir fyrstu kaupendur, þeir þurfa að koma með 5%, ríki kemur með 20%, lánastofnun kemur með 75%. Ok, hver verður eignamyndun hans ef að hann til dæmis með verðtryggt lán sem að verður bara í boði fyrir fyrstu kaupendur? Verða verðtryggðu lánin í boði fyrir hlutdeildarlánin? Það ekki eitthvað sem hefur verið svarað. Það náttúrulega, eins og allir vita, að þá verðtryggð lán þannig að kostnaðurinn hleðst aftan við lánið, þar að segja að þetta hækkar stigmagnandi. Það miklu líklegra að þegar að þú ert með 5% eigið fjár, að í fyrsta lagi ertu líklegri til þess að vera í verri efnahagsstöðu heldur en einhver sem getur komið með 20% af borðinu. Þú ert líklegri til þess að vera með lægri tekjur. Þú ert líklegri til þess að vera ekki með stöndugt bakland. Þú ert líklegri til þess að lenda í ákveðinni krísu með þetta. Það mjög líklegt að þú festist inn í húsnæðinu þínu út af því að þú ert að fara að búa við þann veruleika að verðtryggð lán hækka og hækka. Skuldirnar hlaðast aftan við, sem að því það að þú getur verið komið neikvætt eigið fé eftir frekar skamman tíma. Hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta ef fólk lendir í vanskilum eða lendir og festist inn í húsnæðinu sínu? Það náttúrulega miklu skárra að fólk festist inn í húsnæðinu sínu, en aftur á móti ef þú keyrir þetta algrými á kannski 600 lántakendur, að þá mjög líklegt að einhverjir af þessum séu að fara að lenda í vanskilum. Tala nú ekki ef að verðbólga fer aftur af stað út af einhverju sérstaklega varðar utanaðkomandi áhrif. Margt svona sem náttúrulega eitthvað sem þarf að hafa ágjör af, en kannski enn meira sem náttúrulega það undirliggjandi þrýstingur enn þann dag í dag sem hefur að gera, sem að ég náttúrulega til verið jákvætt, hafandi tala á jákvæða nótum séreignarstefnuna, að fólk vill bara komast í sitt eigið húsnæði alveg sama hvað. Hvað þýðir þetta fyrir það þegar að hlutdeildarlánin hafa verið fjármögnuð að fullu eins og hefur verið kynnt í þessum fjármögnunarpakka? Ég held að hafa verið settur auka 1,5 milljarður inn í þetta kerfi. Efnahagshrunið var náttúrulega í Bandaríkjunum út af 8% vanskilum, 20% á svona subprime loans, svo ég fór yfir í síðasta þetta sem ég ætla ekki að fjalla hérna. Þannig að, eins og segi, þegar við erum að hreyfa nálina lítið, að þá getur það haft gríðarlega áhrif. Og þarna hafa nálarnar einfaldlega verið hreyfðar gríðarlega mikið.
Ég veit ekki, sko, séreignarsparnaðurinn, verður hann núna metin inn í greiðslumatið? Ég veit ekki hvort hann hafi verið metin inn í greiðslumatið, en ég aftur á móti tel að þetta hafi verið eitthvað sem að fólk hefur getað borið fyrir sig þegar það er að taka lán og svona nippinu að því að standast greiðslumat, að þá getur það sagt já, og svo ég með séreignarsparnaðinn. Séreignarsparnaðurinn náttúrulega í flestum tilfellum ekki af afborgunum þó þú getur valið, heldur fer hann beint inn á höfustól sem að það svona svo leið sem að flestir fara að með minnir, geti verið að fara með fleipur, en núna það 100% allavega þannig að séreignarsparnaðurinn verði metin inn í eða þau eru allavega að fara að pressa á það ef ég skil málflutning þeirra sem hafa verið að kynna þetta bæði Kristrúnar og annara, að þetta sé eitthvað sem fara að vera metið inn í greiðslumatið, þar að segja þinn séreignarsparnaður, þannig að eftirspurnarhliðin ennþá meira að fara að aukast. Þetta kann að vera gott, en húsnæðisverð það bara að fara að hækka út af því, eins og við segjum, allar þessar breytur, en það alltaf eftirspurnarhliðin, eins og hann Gunnar Erlingsson segir, bara, þú veist, ég reynda veit ekki alveg hver þetta ég það kannski að fá hann í hlaðvarp, bara kannski áhugavert, en þetta svo augljóst, það svo augljóst að þetta sé eftirspurnarhvetjandi. Við, sko, það alltaf talað að við lærum ekki af sögunni, við þurfum ekki að fara lengur aftur, heldur þetta 2020 til 2023, til þess að vita hvað svona mikið sog inn á eftirspurnarhliðina hefur á húsnæðismarkaðin. Og hvað gerist svo? Jú, heyrðu, við erum farin í næsta kjarasamninga út af því að við þurfum að takast á við þetta hækkandi húsnæðisverð. Hækkandi leigu, hækkandi fleira, það allt orðið dýrara, matarverð hækkar og hvað segir við? Jú, heyrðu, við þurfum að hækka krónutölur. Og ef þið haldið að Sólveig Anna sé ekki að fara að gera það, þá hafið þið ekkert verið að fylgjast með. Ef þið haldið að BSRB sé ekki að fara að gera það, þá hafið þið ekki verið að fylgjast með. Ef þið haldið að BHM kom ekki strax í kjölfarið og segi, heyrðu, við þurfum að meta menntundi launa og við þurfum að fá hærri laun, við þurfum að vera 33% yfir þeim sem eru ómenntaðir, þá hafið þið ekki verið að fylgjast með. Þetta alltaf að fara að gerast. Þannig að við erum að mála upp með þessum húsnæðispakka einhvern fáránlegan veruleika. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og ég reyndar pínu vona að ríkisstjórnin hætti við þetta, en ég hef aftur á móti enga trú á því út af því að þeir sem hafa verið að svona skipta sér af þessum málum kalla þetta bara lítinn húsnæðispakka og kalla þetta bara eitthvað svona lítið inngrip til þess að takast á við miklu stærri stöðu. Það og ég veit að það ekki pólitískt fýsilegt, en í flestum tilfellum þegar það kemur upp eitthvað krítískt ástand að þá það fyrsta sem þú ætti að gera að anda hún í kviðin. Og það nákvæmlega það sem hefði þurft að gera þegar að þessi ákvörðun Hæstaréttar verðtryggð lán kom upp úr hattinu. Þetta ekki tíminn til þess að vera að grípa til einhverja drastískra ákvarðana. Og það ótrúlega, ég ætla að leyfa mér að segja, heimskulegt að gera það. Þú getur gripið til ákvarðana en það alltaf að draga þig úr jöfnunni. Það alltaf að hugsa, ok, hvernig get ég setið þess að ég sé ekki meira fyrir. Þetta svolítið eins og, þú veist, stjórnvöld í svona ástandi þegar að þú ert með byggingaraðila sem að þurfa að takast á við nýjan veruleika, þegar þú ert með lántakendur sem að þarf að takast á við nýjan veruleika og þegar þú ert með alla aðra sem að koma að þessum málum sem að þurfa að takast á við nýjan veruleika, að þá eru stjórnvöld svolítið svona eins og krakkinn sem þú tekið með þér í vinnuna. Eina sem að þarf að passa upp á að þú sért ekki fyrir. Þú veist, borðaðu Maltesers, horfðu á Jurassic Park og býttu eftir að pappi búinn að vinna. Það komið smá krítískt ástand, ég veit að það pappadagur, en það komið krítískt ástand þannig að pappi þarf nú að vinna, við þurfum að einbeita okkur hérna, þú þarft bara eina sem þú þarft að gera að vera ekki fyrir. En, þú veist, krakkinn kúkar upp á bak og brýtur einhverja mynd og í fótbolta inni. Skilurðu, það það sem að gerast. Þú veist, ég get ekki horta á þetta öðruvísi, út af því að þetta, þú veist, krakkinn bara fyrir og stjórnvöld þessi krakki. Það fleira sem langar að ræða bara til skamstíma. Það reyndar eitt svona sem að mér svolítið áhugavert sem að einmitt, þú veist, eldra fólk. Hvað þýðir þetta fyrir það? Segjum svo að einhver fellur frá og þú erfir íbúð af mömmu eða pappa eða báðum. Hvað þýðir það fyrir þig? Ertu að fara að greiða 22% fjármagnstekjuskatt af því
þeim söluhagnaði sem að þau höfðu haft áður eða ekki, geturðu erft íbúðina og fengið að selja hana innan 2 ára. Hvað þýðir það? Það þýðir það að fólk alltaf að fara ef pabbi eða mamma eru komin svona á loka metrana, að þá miklu líklegra að þú seljir þeim fasteignina og lætur þau sem að láta lífið með fasteignina á sinni kennitölu, sem að þýðir það að þú getur selt eignina þína án þess að borga fjármagnstekjuskatt innan 2 ára. Þetta annað svona loophole sem að strax eitthvað sem að þau sér. Hvað þýðir þetta fyrir sumarbústaði? Verður þetta utan þess? Verður þetta ekki utan þess? Það er nú einhver sem á að tala að þeir eru nú undir sér ákvæðum, þannig að það kannski þarf ekkert að pæli því. En ég eftir á móti pæli bara, ok, ef þú erðir íbúður, ertu alltaf að fara að borga söluhagnað af því? Og sá söluhagnaður sem svo að pabbi þinn og mamma þinn séu búin að búa í sama húsnæðin í 45 ár. Er það miðað við það hvað húsnæðið kostaði árið 1980? Það bara risastór spurning. Hvað þýðir þetta fyrir til dæmis kaupsamninga sem að hafa að gera með, ég veit ekki hvort að þið þekkið þetta, en það er mjög algengt að þið sjáuð fasteignir sem eru sem sagt auglýstar, að þá er mjög algengt að fólk sýnir fram á svona, já, við erum tilbúin til að taka ódýrar eign upp í. Það náttúrulega bara einfaldar allt, það einfaldar það hvernig fólk metur þessi eigin íbúð, það einfaldar kaupsamningana. Núna er þetta náttúrulega örugglega fyrir bí, eða þá að fólk sé að fara að verðmeta sínar eigin eignir 22% hærra eða 22% lægra, hvernig sem að það er, bara til þess að klára kaupsamningana. Það eru svo margir svona hlutir sem eru ótrúlega sérkennilegir, út af því að eins og segja, þetta tekur kannski gildi 2027, en ég meina ef ég er að kaupa fasteign, ef ég er að selja fasteign og ég er að fara að taka minni fasteign upp í, að þá er ég alltaf að fara að hugsa, en ok, svo eftir 1 ár þegar ég sel þessa eign, að þá er ég alltaf að fara að greiða 22% skatt. Hvað þýðir það fyrir mig? Það þýðir að ég þurfa að fá eitthvað meira fyrir mína eign eða minna fyrir hinna. Þú veist, það er svo mikið af skrýtnum hlutum í þessu. En mér finnst, þú veist, og það er einhverjir jákvæði punktar, þú veist, með byggingar galla ákvæði. Ég tel að þetta sé eitthvað sem er jákvætt. Ég held að það sé ósanngjarnt að fólk er að kaupa köttinn í sekknum og er alltaf einhverju stresskasti út af ástandsskoðun og er einhverju stresskasti út af því að kannski skoðaður með einhverjum pappaðinu sem er iðnaðarmaður og hann hefði átt að spotta gallan. Þú mátt náttúrulega alls ekki segja þegar vinnuðin er með þér eða eitthvað þannig og þeir eru að skoða fasteign. Já, vinn sem er byggingaverkfræðingur og hann segir alltaf við mig, skilur þú ekki koma með mér, eða þú veist, ég vil ekki koma með þér, segja, út af því að ef að ég kem með og það veit það einhver, að þá setur þú bara í súpun alveg sama hvað er að fasteigninni, alls konar svona hlutir. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða laus, þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt, en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægi stiltur á staðnum. Eins og ég segi, þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Einföldi regluverk er náttúrulega bara því það að húsnæði verið ódýrara, en þá er líka ekki hægt að skamma þá sem hafa verið að byggja, sem eru með núna íbúður á sölu sem að Inga er alltaf að segja og kvart yfir að sé allt og dýrt. Þá er ekki að kvart yfir því að þeir hafa verið búið við þetta regluverk og sé að selja dýrar eignir. Þetta er svo skrítið. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég ætla kannski að enda þetta á einu þætti vinur mér, ég spyrti þetta á Twitter og Facebook og vinur mér senda mig bara, ert þú ekki aðdáandi Kristrúnar Frostadóttur? Ég segi, jú. Ég er mjög mikill aðdáandi Kristrúnar Frostadóttur og mér líkar mjög vel við hana og ég held að hún sé frábær stjórnmálamaður, en eitt hefur aðeins farið í taugunar á mér þegar að núna stjórnmálamenn og sérstaklega undir þessari ríkisstjórn eru farnir að kalla skattahækkanir eitthvað annað en skattahækkanir og aðeins til að stríða Kristrúnu, okkar frábæra forsætisráðherra,
að þá verð ég að sýna ykkur eitt meðmand hérna réttilega ljúka þessu. Sko þið ætlaði að draga úr hvötum til þess að fólk safni íbúðum eins og að sagt. Þið ætlaði að hækka svo sé skatt á söluhagnað eigna sem fólk notar ekki til eigin nota. Hvað að tala háan skatt og miðast þá strax bara við íbúð númer 2? Við erum í rauninni ekki að hækka skattin ef svo maður segja, við erum að draga úr glufum í kerfinu sem er það að þeir sem að eiga margar íbúðir, ef þú selur umfram eign, ef svo maður segja, þá borgaru ekki fjármagnstekjuskatt af því. Já. En ef þú selur verðbréf eða hluti fyrirtæki, þá borgaru fjármagnstekjuskatt af því. Já, ég þarf ekki að fara fleiri orðum þetta. Partus.is/einpæling ef þú vilt fá þennan þátt þann dag sem að hann birtist og án auglýsinga og líka bara til þess að styðja við þetta framtak. 990 krónur, það er ekki neitt að vera áskrifandi, það kostar ekki neitt. Þetta er algjört brandari, þetta er bara eins og þessi húsnæðispakki, þetta er algjört grín. Ég vona að hafa gott, en segi, allt sem ég er búin að segja í dag, það er ekkert fullvíst að allt þetta rætist, en ég aftur á móti til mig hafa gert svona ágætt skil á því sem ég tel að muni koma til með að gerast eða ekki gerast. Ég held að það sé fyrirsjáanlegt að eins og þegar ég var að líkja þessu við það að setja þetta alltaf svartan, að ef að eitthvað af þessu lendir ekki að þá hefur það áhrif á allar hinna breytunar og þegar þú hefur áhrif á allar hinna breytunar þá er þessi litla nál sem að hreyfð hefur miklu meiri áhrif. Hvað er það? Lítil þúfa veltir þungu hlassi. Þetta er svolítið hannig. En stjórnmálamenn ef að hlusta hætti að kalla hann húsnæðispakka lítinn. Plús það að þetta er húsnæðispakki sem hefur verið sett í samhengi það að hann er einn af mörgum. Ég vona að einn af mörgum. Ég vona að í hinum húsnæðispakkanum þá er undir ofan af hinu dellinni. Ég held að það er náttúrulega ótrúlega margt í þessu sem að er að fara að breyta ótrúlega miklu og athugið það líka að jafnvel þó að það yrði hætt við þennan húsnæðispakka þá er hann samt byrjaður að hafa áhrif. Þegar ég hef talað við fasteignasala, ég hef talað við byggingaraðila, ég hef talað við fjárfesta, ég hef talað við sjóðstjóra sem er í þessum iðnaði. Allir segja að allir séu byrjaðir að hreyfa sig. Það er allir í óvissu. Það er allir orðnir stressaðir út af því sem er að fara að gerast 2027. Þetta hefur nú þegar haft áhrif og þetta hefur að gera eins og ég sagði nú bara í upphafi í stjórnsýslufræðum, það er alltaf skynsamlegra fyrir stjórnmálamann sem vil hafa mikil áhrif að dempa öllum breytunum inn í kerfið. Vandinn við það eins vegar er að þegar þú dembir fullt af breytum inn á sama kerfi að þá hefur það þau áhrif að þú veist ekkert hvaða breyta olli hvaða breytingum og þessi gluggi tækifæris er horfin. Það er að segja, þú ert að fara að já, í sumum tilfellum náttúrulega bara eyðileggja kerfið. Ég ætla ekki að segja að þetta sé, ég ætla ekki að taka svo djúpt í árana, en aftur á móti þá er þetta að fara að hafa mikil áhrif og ég stend með þessu. Ég geta aftur rangt fyrir mér eitthvað. En þetta er eins og ég segi, þetta er að fara að hafa mikil áhrif. Þetta er nú þegar byrjað að hafa áhrif. Ég veit leigusala sem eru nú þegar byrjað að hækka leiguna. En já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.